En við ætlum að slá á þráðin núna til Axels Péturs Axelssonar, hins mikla meistara, eins og ég kalla hann. En hann með auðvitað einhverjar hugmyndir hvernig þetta allt að ganga fyrir sig. Já, Axel. Sæll og blessaður Axel, það eru Máni og Frosti hér í Harmageddon. Já, sælir félagar. Já, hvað segirðu í dag? Ég var að segja við hlustendur, ég alveg viss að þú ert með ákveðnar og svona, já, einhverjar hugmyndir og skoðanir á hvað að gerast í þessu forsetaframboði á baku tjöldin sem við almenningur erum ekki látnir vita af, er það ekki? Já, þetta það sem ég kalla blýantskostningarnar. Já, blýantskostningarnar. Byrjum á því, hvaðan kemur það? Já, það ég held að sé ekki tilviljun að kostningarnar eru sumartíð. Þegar flestir eru í sumarfríi og greiða utan kjörstaða. Já. Og öll atkvæði eru greidd með blýantum. Aha. Sem þýðir og menn þekkja verkfæri sem heitir strókleður, er það ekki? Jú. Ok, nú ég að fatta. En hver þá frá að hafa sigur úr því? Hver áttur að... Sá sem með besta strókleðrið. Hann sigrar. Það nefnilega lýðræði snýst ekki það hver kýs heldur hver telur atkvæði. Hver hefur stjórnir atkvæðanum. Þetta eins og allt annað, við erum blekt almenningur, við höldum við sem að kjósa, en síðan alltaf einhver sem hinum megin og svindlar. Já, ég meina til dæmis, akkur ekki skrifað undir skuldabréf með blýantum eða verðpappír og þannig verið að tala eitt mesta framsal fólks á valdi yfir lífið sínu og það svona hálfgerð móðgun að ætla að gera það með einhverjum blýantum eða svona blýföndum eins og. Já, þú ætla að koma með nafn á það líka, blýfandar. Já, blýfandar. Mér finnst þetta nú athyglisverð pæling, akkur ekki kosið með penna, þetta nú kannski einhver geta svarað því. En ef það kemur einhver skýring, ef við förum núna á stúfana og ringjum og fáum eitthvað, já það var ákveðið að það með blýanti af því eitthvað svona, munt þú kaupa, einhver skýring sem nægilega góð til þess að þú kaupir hana? Já, ef ég fer með skuldabréf fyrir dóm og það skrifað með blýanti, þá hafnar dómurinn því. Hann segir bara hann vísar málinu frá. Já, kjörseðill alltaf sama þýðir að forseti sem kjörinn með þessu hætti, að hann hefur engin völd. Og hann getur ekki safnað völdin. Af því að það er með blýanti? Já. Ok, það mjög áhugaverð stjórnmálaskoðun, ef þú ert kosin með blýanti að þá hefur engin völd. Já, nákvæmlega. Eins og ef þú hefur skuldabréf með blýanti þá hefur enga kröfu. Já. Þannig að Ólafur Ragnar Grímsson í raun og veru bara einhver tíkall sem við ætlum að henda út af Bessastöðum því að hann var kosin með blýanti. Já, hann trúarleiðtogi. Það eru fullt af fólki sem trúir á hann. Já. Ok. En hvað segir þessa frambjóðendur? Þeir eru náttúrulega eru þeir allir í plotti gegn okkur eða einhver sem bara að bjóða sér fram til forseta og kannski heldur þetta gangi fyrir sig bara eins og okkur almenningi sagt að það geri? Já, það náttúrulega síðast, þá tala ég þess að 2 turna, það musterisreglan með heilt fótboltalið og svo það sturla. Já, einmitt. Það allir... En það að koma betra og betra í ljós, það að koma í ljós að Halla tengd Clinton Foundation. Aha. Sem einn af þessum skattfrjálsu sjóðum sem virðist vera í alls konar vafasömum viðskiptum eins og peningaþvætti og... Hvernig hún tengd Clinton Foundation? Já, hún sagði það bara í viðtali og hún var mjög hlynnt þeim og hefði verið í miklu samstarfi við þau hjónin, forsetahjónin, fyrirverandi forsetahjón. En það ekki bara, í starfi hennar sem fjárfestir að þá kemur hún að því einhvern veginn? Þarf það að vera eitthvað óheiðalegt eða eitthvað skrítið? Já, það finnst mér skrítið líka ef þú skoðar allt spilið í kringum Panama-pappírana og allt það að þá að koma betur og betur í ljós hvaðan sá spuni ættaður og núna virðist Guðni vera tengdur vogunarsjóðsaðilum og þetta virðist vera bara fólk sem er í vinnu. Hvernig Guðni tengdur vogunarsjóðsaðilum? Já, var ekki kostingastjórinn hans sem kom með talningu atkvæða. Eða stuðningslistana, hann lögfræðingur vogunarsjóða. Já, ég bara veit ekki, ég bara þekki ekki. Og hverju Davíð tengdur?
Já, hann náttúrulega gömul kanamella eins og hann segir á góður íslensku. Já, Þannig að hann gamla kerlingin á Órhúsinu. Já, hann maddamann og hann og hann með Amerikönunum í því að í NATO. Já, nákvæmlega. Sturla Jónsson eini heiðarlegi frambjóðandinn sem við höfum fundið? Já, ég hef nú leitað mikið af veikum blettum á Sturla og ekki fundið þá. Og ég mun upplýsa leið og ég finn eitthvað slíkt. Já, þú komst að því að allir hinni frambjóðandinn eru mursterisrittarar? Ég þekki náttúrulega ekki alla, ég þekki ekki þessa sem eru 1%, sko. Nei, en þessi fjórir efstu, Andri Snær Magnason, hann mursterisrittari? Já, hann kemur frá Sameinuðu þjóðunum og þá leið og hann kemst til valda þá fer hálendi bara 70% af landinum eins og Palestínumenn töpu sínu landi, þá mun Íslendingar tapa sínu landi. Já, einmitt, ok, og hvernig mun hann spila það út? Hann þykist þér umhverfisvernda sinni, en síðan bara ræna frá okkur landi? Andri Snær Magnason. Já, það er eins og Desmond Tutu sagði einhvern veginn, hérna kom einhverju trúpaðar með pappíra sem einhverju Biblíu og sögðu láta oss biðja. Og við lokuðum augunum og báðum með þeim svolítið og þegar við opnuðum augun þá búin að ræna okkur. Þá voru þeir með all landið og við vorum með alla pappírana. Já. En byrju, þannig að Andri Snær ætlar í raun og veru að sölsa undir sig hálendið fyrir sig og Sameinuðu þjóðanna. Nei, hann er að vinna fyrir þessi stóru öfl erlendis og hann kemur í gegnum Sameinuðu þjóða legginn. Finnst þér þetta allt vera alveg, þú veist, heilbrigt, eða sko þessi hugmynd með Andra Snær til dæmis, þér finnst þetta alveg vera mega fullkomið sens? Já, bara því hvernig hann hefur komið fram og hvar hann hefur haldið mannin, þá finnst mér það. Þetta er náttúrulega þetta eru kenningar, sko. Hvar hefur hann haldið mannin? Alið mannin? Já, hann hefur nú verið þarna alltaf mikið í kringum þessar grensur, Björk og Evu Jolie og svona í þann legg, sko. Það er það sem ég kalla Brussel-þórunnar. Já, hann með Brussel-þórunum og Sameinuðu þjóðunum og hann ætlar að sölsa undir sig hálendið og þetta eru mjög góða kenningar. Það ekki bara. Algjörlega. En nú er ég aðeins sko, ég er ekki að spá hvað þú ert að hugsa, heldur hvernig þú ert að hugsa. Og þú veist, þegar þú vaknar á mótana og þegar það er eitthvað í fréttum og svona, þú veist, reynir alltaf að sjá, þú gerir ráð fyrir að sé samsæri á baku allar fréttir sem þú sérð og reynir að fatta hvað samsærið er. Þetta er allt bara dulmál, allt í kringum okkur. Nei, þetta er meira svona eins og íþróttamenninni skilja að ég er að horfa á fótboltaleik. Og ég komst yfir bók þjálfarans hvaða prógram hann ætlaði að spila í leiknum. Þannig að ég voru að klára og segja, já, nú taka ég þessa vörn og nú gera, af því ég er með manuálinn, sko. Ef ég sitt heima með börnunum og er að horfa á sjónvarpi, þá getur ég sagt, já, sjáu þið. Krakka, núna klukkan 7, þá byrja fréttirnar. Axel, getur verið að manuálinn sem þú ert með sé bara vænisýki og paranoia? Já. Og gæti verið að þetta sé bara eitthvað ástand sem... Já, þetta eru nú bara manuálar sem eru birtir á eins og vefsíðum Sameinuðu þjóðanna og NATO og Rand Corporation og Fabian Society. Já, en þú lest út úr því eitthvað allt annað heldur en við hinn, liksom? Nei, það stendur bara í skýrum orðum, sko. Það þarf ekki einu svona að tólka það, sko. Já, það stendur skýrum orðum að þeir ætla að sölsa undir sig hálendi með Andra Snær Magnússon í Sameinuðu þjóðanir. Já, og það er hluta þessari Agenda 21 áætlun. sem heitir núna Agenda 2030 áætlun. Eru þið búin að lesa hann allir? Nei, hvað er það aftur? Það er Agenda, og er það stemtir það því að hirða land frá aðildarlöndum? Frá öllum, já. Frá öllum, já. Þetta er hugmyndur versta einræðis veröld sem að þú getur hugsað þér. Það er bara gefið út í bók sem heitir Agenda 21 og Agenda 2030 og Agenda er eiginlega samsæri eða áætlun, sko. Já. En getur verið að þú setja eitthvað miskilja á þetta?
Ég alltaf mjög opinn fyrir því að menn bendi mér á það og það hefur ekki verið mikið það að menn segi við mig, sjáðu, hérna hefur lastu þessa línu vittlust eða að flestir hafa ekki eins og lesið. En samt, málið öll samsærin sem við höfum rætt við í mörg ár, hvort það séu skotárásir í Bandaríkjunum eða, you name it, ég veit ekki hverju, eða flugvél sem brotlendir eða eitthvað svona. Þú hefur alltaf verið með, þetta ekki eins og það sýnist og en það hefur aldrei komið í ljós að þú hafi rétt fyrir þér. Aldrei. Jó. Nei, aldrei. Ég meina aldrei. Já, 98% hef ég nefnilega haft rétt fyrir mér, Ok, Sandy Hook skotárásin. Já. Þú vildi meina að það var samsæri. Hefur það verið staðfest? Nei. Já, FBI staðfesti það á vefsíðu sinni að enginn dó þetta árið. Nei, Axel Pétur Axelsson. Og svo, flugst... Ertu búin að lesa FBI vefsíðuna? Já, ég man eftir að þú sýndir mér þetta á sínum tíma, þetta var eitthvað svona misskilningur hjá þér. Þú lest bara eitthvað, þú lest bara það sem þú vilt lesa út úr hlutum. Þannig gerir þú þetta. Já, ditto. En Sandy Hook, þú segir að það hefur enginn látist þar, en af hverju hafa fjölmiðlar ekki leiðrétt þetta? Já, það nefnilega stóra spurningin. Af hverju eru til dæmis íslenski fjölmiðlar hleypa bara 4 að í þættina hjá sér og bara gefa skít í hina? 5. Af hverju það til dæmis? Það hefur verið útskýrt, það eins að þeir eru með undir 1,5% og það er bara ekki neitt stuðningur. Engin. Já, finnst þér það siðferðislega rétt? Nei, það skiptir ekki máli hvað mér finnst þetta. Það er bara, ég segja þér hvernig fjölmiðlarnir útskýrði, hvernig Stöð 2 útskýrði þessa ákvörðun sína. Og hvaðan kom þessi tala? Var hún kynnt eitthvað fyrirfram eða er þetta eitthvað svona almenn policy eða er þetta bara eitthvað svona, þetta er svona tala sem er sett þegar frambönduðu koma fram, þá fókusur á þessa 4. Hvað er tala sem við erum að búa til? Þorbjörn Þórðarson útskýrði þessa tölu líka. Og þetta miðað við eitthvað annað, ég man ekki hvað það var. En þú veist, að þú ert að biðja útskýringar, þá eru þær til, sko. Já, og ég að spyrja það út í þessu útskýringu. Af hverju var þessi prósentutala valin? Flettu við bara upp, Þorbjörn Þórðarson sagði þetta einhvers staðar núna í síðustu viku. Ég man ekki alveg hvað það var. Þetta er svona pólitísk skýring sem að setur trúverðuleika fjölmiðlisins mjög mikið niður. Já, nei, ég gerir það reyndar ekki, en ég er alveg samanlega... Þú segja það að spara sjónarmið þeirra sem hafa meira hluta fylgi í vafasumum skoðanakönnunum, að bara sjónarmið þeirra skipta máli og hinn er bara að gefa skítið það. Nei, en bara sem... Þú segja 51%, þeir sem eru 51% líðræðinu, þeir geta bara gefið hinnum 49 fingurinn. Ég væri alveg til að taka undir allt þetta með þér ef til dæmis RÚV hefði gert þetta að RÚV er ekki einkaaðili á markaði, heldur er RÚV ríkissjónvarp allra landsmanna. Þeir gætu ekki að mínum mati beitt fyrir sig slíkum skýringum að 1,5% sé ekki nógu mikið eða eitthvað svona. Þannig að þá getur við tekið þetta debatt með þér, sko. En ég held að RÚV sé núna bara í næstu viku að fara að byrja með kosningasjónvarp og þá verði öllum frambjóðendum boðið eins og leikreglur lýðræðisins gefa til kynna. Já, en hins vegar þá, þetta er alveg rétt hjá þér að frjálsu stöðurnar geta bara gert það sem þeim sýnist, en hins vegar hins vegar tapa þær trúverðuleika og það fer að koma meira spurningamerki við fjármögnun frá einhverjum aflandsfélögum á þessum fjölmiðlum. En til dæmis, tökum bara okkar fjölmiðl, X977. Ég væri alveg til að vera með viðtöl við alla saman í einu, en það eru bara 4 mikrofónar inn í stúdíónu til dæmis. Já, ég skil það. Og það eru alls konar litlar ástæður sem geta komið til, sko, þegar menn eru að ákveða svona hvernig best er að koma þessu fyrir. Já, ég skil það alveg, en hins vegar er 365 starri fjölmiðlum landsins. Vissulega. Og það eru spurningamerki við fjármögnun 365 og þessara forsóttaframbúðenda sem er lyft upp efst í fölsugum skoðanakönnunum, að það eru hugsalega sömu aðilin sem eru að fjármögna báða aðila. Og þú ert búin að gefa þér að skoðanakönnur eru falsaðar líka? Já, þú þarf ekki að blaða henni ekki þeim til þátt á því. Það er nú alveg rétt að sé það nú langa leiðir. Það er ekki séns að Ástór Sturla sé með svona lélegt fylgi og það er mjög hæpið að Davíð Oddsson sé með 20%. Já, ég meina, sendi ljósara stelpu og tjekkið á þig niður í bæ og það getur fengið bara það niðurstöðu sem þið viljið, sko. En það sem þú ert nú með manúalinn
og ert búin að sjá leikskipulagið og veist hvernig þetta fer allt saman. Ertu með kenningu hver það verður sem verður forseti Íslands? Ég reyndar með hugmynd, sérstaklega fyrir Sturla, Sturlu fyrir ekki, að því að þessi kosningaframkvæmd með blýjöndum og þess með ónýtt, að hann fái alla sína stuðningsmenn eða þessum kjósa hann til þess að skrifa undir plagg með 2 vottum að þeir hafi kosið hann með pennum, og þá þessi kosningamar, þá hitt í raun ónýtt, en það sem að Sturla með pennum, það gildir. Og svo ef það nær alveg 190 manns, kannski, sem er kjósan, þá verður þetta Ég held að Sturla njóti gríðarlega mikil fylgi og það getur ímyndað eitthvað panikana hjá elitumafíunni þegar hann að tala að byrja og tala við Putin og bara alls konar hugmyndir, Þetta verður allar áhugavert. Við eigum að heyra í þér örugglega áður en að verður kosið, þannig að við bara þangað til næst þá bara byggðum Ég að selja hérna strókleður ef að menn að spá í það. Já, glæsilegt. Takk fyrir þetta, Axel Pétur Axelsson. Takk samleiðis fyrir sælis. Takk. Bye.